Komið þið sæl. Þetta kynningarþáttur á vegum málefnastjórnar Sósíalistaflokksins þar sem stefna í dómsmálum kynnt. En eins og aðrar stefnur flokksins þá hún unnin af slembiveldum hópi úr félagatali flokksins. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og með mér eru Sanna Magdalena Mörtudóttir og Bergljót Davíðsdóttir. En þær voru báðar slembivaldar í hópinn og þær ætla að kynna okkur helstu atriði stefnunnar fyrir hönd hópsins. Það ákveðið leiðarstef í þessari stefnu að tekið sér tillit til efnaminna fólks og allir hafi aðgengið að dómskerfinu og að réttarkerfið hafi tilætluð áhrif út frá stétt og stöðu. Í því samhengi má byrja á því að minnast á punkta eins og að hér eigi sektir að vera tekjutengdar, aðkoma almennings að dómskerfinu á að vera lýðræðisleg og að ekki sé hægt að sækja fólk til saka fyrir að brjóta af sér sökum sannanlegrar neyðar eða sem nemur miska ákveðinnar upphæðar. Auk þess gangist ríkið í ábyrgð á greiðslum miska og skaðabóta og greiðslum vegna launaþjófnaðar og fólki bjóðist áfallahjálp verði það fyrir slysi, ofbeldisglæpi eða skyndilegum missi, en tapi ekki réttindum sínum vegna mögulegs vinnutaps og veikinda af þeim völdum. Þetta svona alltaf mannlegu nótunum. Réttarkerfið hefur ekki alltaf verið sanngjarnt. Bergljót, þú getur kannski sagt okkur aðeins frá því hvernig þú hefur séð réttarkerfið á Íslandi. Bergljót, ég gefi þau til þín. Hvernig? Ég verið svo óheppin að því miður þá hefur komið að því á svo margan hátt, sko. Ég er búin að eiga svo umbrotasamt líf. Ég var það ekki sjálf, en ég þekkja frá svo mörgum hliðum og ég fædd svo snemma á miðja síðustu öld og man það sem þið munið ekki, hvernig samfélagið virkaði þegar ég var ung. Og þegar samfélagið þegar ég var krakki, það var samfélagið annað heldur en bara örfáir valdamenn, embættismenn, heilsalar, kaupmenn og útgerðarmenn og ríkir kallar sem að stjórnuðu hér og það var ekki neinn millistétt til, það var bara til þessi ríku og þessi fátæku í raun og veru. Millistétt voru ekki að myndast á Íslandi fyrir eftir kreppuna 68 þegar stóru samningarnir voru þá og byggingu verkamannabústaðanna og ríkið kom inn í samningaviðræður og byggði þá allt Breiðholtið. Upp úr því þá var mikil atvinna á Íslandi og þá var ég að komast til máls, ég sem fædd 1952 og þá á ég all tækifæri til þess að koma þaki yfir mig og ég bara gat gert allt sem ég vildi. Og 30 var ég búin að byggja mér einbýlishús. En þetta eitthvað sem ekki til, sko, fyrir þann tíma, það hefði þetta ekki verið nokkur möguleiki. Og upp úr þessu fór, sko, að breytast þetta samfélag og svona kringum, þá fór að myndast þessi millistétt sem að ég kannski af. Og þegar ég lauk, mínu námi, að það var ekkert sko í myndin að ég gæti farið út í nám vegna þess að það voru ekkert peningar. Árið 1967 ég var bara svo heppin að ég fekk vinnu í banka eftir að hafa gengið í 2 mánuði einu sinni í viku fyrir starfsmannastjórann og fekk vinnu í banka og ég bara klóraði mig áfram og menntaði mig ekki fyrir ég var fertug. En ég bara segja það að þegar ég var krakki þá var svo mikið stéttaskipting og þá var þetta fólk, það bjó inn í kúlu. Það vissi ekki hvað var að gerast fyrir utan kúluna. Þetta voru bara kunningjatengsl, pólitísk tengsl og tengsl úr menntaskólanum. Og þetta fólkið sem að lagði drög að þessu samfélagi sem við búum í og það eimir enn svo mikið af misréttinu að því fólk ekki gefið að geta séð hlutina nema þau geta eiga svo erfitt með að setja sig í spor þeirra ef þeir hafa aldrei reynt það sjálfir eða þekki ekki til þeirra. Þá bara geta ekki skilið það og við þekkjum það bara sjálf með margt.
Það er ekki fyrir við það reynir á okkur sjálfum, þá kannski fyrst getum við sett okkur því. Og þess vegna segi ég að dómskerfið og lögin, að ég er búin að liggja svo mikið í lögum og ég er búin að lesa svo mikið í lögum, að þau eru ennþá svo ofboðslega brengluð og eins það að þegar að Alþingi samþykkir lög, þá kalla nefndirnar fyrir sig ákveðna fræðinga til þess að spyrja og fá álit og allt þetta og lögin byggð þannig upp í ráðuneytunum. Á þessum ári skoði á síðustu öld þá koma allir háskólamenntaðir menn sem fyrir inn í valdakerfinu. Og þar voru kunningjatengslin og klíkugangurinn allsráðandi og á sama skapa Alþingi. Aldrei kallaði fyrir manneskja sem að verður fyrir dæmd eftir lögunum sem að þeir samþykkja og hvernig lögin virka í praxís hafa fæstir kannski hugmynd Við veitum að lögin eru, en þegar þú ert farin að dæma þau samkvæmt þeim, virkaði þá manneskjuna, það vita þeir á Alþingi ekki. Þeir eru ekkert að velta því fyrir sér að kalla til og til þess að segja hvað hvernig getum við breytt þessu. Akkurat. Ég ætla kannski að fá að lesa upp hérna fyrstu 3 punktana. Bara svona að við komum aftur að þessu, Bergljót, takk. Hérna, punktur 1 hljómar svona, að dómskerfið byggi á réttlæti og sanngirni og að allir hafi jafnan aðgang að dómskerfinu og öllum dómstigum óháð fjárhag og fjárhagslegri stöðu. Punktur númer 2, að gjafsókn verði öllum fær undir hátekjuviðmiðum. Punktur númer 3, að sakamál og dómsmál, sér í lagi kynferðisbrotamál, verði sett í gagngera endurskoðun svo kerfið verði þolendavænna á allan mögulega máta. Sanna, getur þú aðeins sagt mér frá þessu? Já, það er náttúrulega mjög erfitt að taka það skref að ákveða að kæra eitthvað og það getur verið bara mjög svona, erfitt og þessi punktur með þetta þurfa að vera þolendavænna. Þetta er eitthvað sem að hópurinn taldi skipta miklu máli eftir að við hefum fengið fræðslu og líka bara við hefum heyrt ákall þetta úr samfélaginu. Og sérstaklega til dæmis með kynferðisbrotamál, ef þú ert að fara í gegnum þetta og fær síðan kannski upplýsingar hvar málið er statt og þú ert að fá það kannski símleiðis, bréfleiðis og það tekur á að kannski þessi mál taka oft langan tíma og svo allt í einu færðu bara eitthvað bréf, opna póstlúguna, þar bréf með einhverju settingum og svona lögfræðilegu tilvísunum sem þú áttir ekkert á og það er ekki verið að útskýra þetta og kannski bara málið er búið, það er afgreitt, það fer ekkert lengra og það getur opnað svo mörg sár að vera einhvern veginn að lesa bara þetta bréf og er kannski búin að grafa þetta dálítið niður svo allt í einu skýtur þetta bara upp aftur kollinum, bara opna póststúfuna og deila kannski heimili með mörgum öðrum og allt í einu bara eitthvað bréf frá einhverjum og það er mest framan á hvaðan bréfið kemur og kannski ekki endilega tilbúin að deila með öðrum sem þú býr með. Þannig að það þarf að skoða þetta allt út frá einstaklingum sem að leita réttar síns og segir það var brotið á mér og gegn mér og núna þarf ég hjálp og stuðning að endurskoða allt út frá þeim sem að leitar til kerfisins og gerir þetta svona þolendavænna að sé ekki áfall ofan á áfall að vera að leita til kerfisins sem á að vera þarna til að tryggja að þú getur fengið úrlausn þinna mála. Þannig að þetta er svona punkturinn að það gerir þetta meira svona þolendavænna og útskýra fyrir fólki á mannamáli hvað hlutinni þýða og skoða alla þessa þætti þegar að vera að bara svona gegnum allt kerfi þegar að vera að upplýsa fólk stöðu mála og svoleiðis. Og það sem er líka mikilvægt í þessu að einstaklingur sem málsaðili að sínu máli, þarna ertu að stíga fram og lýsa einhverju sem að gerðist fyrir þig og þú sjálfur veist þess hvað átti sér stað og er haldið utan við máli. Þetta er eitthvað sem að við teljum að geta ekki viðgengist lengur. Þannig
að einstaklingar geti verið málsaðili að sínu eigin máli. Einmitt. Hérna, ég ætlaði líka að fá að lesa punkt 4 sem einmitt með barnaverndarmálin. Punktur 4 hljóðar þannig að barnaverndarmál verði sett í gagngera endurskoðun og hagsmunir barna séu ávallt hafðir í fyrirrúmi og settir í samhengi við velferð foreldra. Bergljóð, þú vildir aðeins segja okkur frá þessum punkti. Það sem mér hefur fundið skorta svo mikið á, það að þetta svo víðtækt að segja að barnið skal alltaf njóta vafans og velferð barna skal alltaf setja í fyrirrúmi. Fólki getum ekki alltaf vita hvað börnunum fyrir bestu, ókunnum börnum eða kerfi getur ekki vita það. Við vitum hins vegar sem manneskjur öll sem sitjum að við höfum öll verið börn og átt foreldra og við vitum alveg að það fylgist að þeim foreldrum líður vel, þá líður börnunum vel hjá pappa og mömmu ef að þeim líður vel. Og það það svo samhangandi að staða foreldra til þess að hafa það þarf að tengja það saman, skilur það samtvinnað gjörsamlega. Það ekki með þessu? Já, ok, takk. Ég ætla að lesa núna upp punkta 5-10. Það punktur 5. Að þolendur allra ofbeldismála fái úthlutaðan réttargæslumann eða talsmann sér að kostnaðarlausu óski þeir þess og þróun mála og upplýsingagjöf verði ávallt í eðlilegu ferli. Númer 6. Að fólki bjóðist áfallahjálp verði það fyrir slysi, ofbeldisglæpi eða skyndilegu missi en tapi ekki réttindum sínum vegna mögulegs vinnutaps og veikinda af þeim völdum. Númer 7. Að refsirammi sé í meira samræmi milli alvarleika og eðli brota, svo sem í kynferðis- og barnaverndarmálum, andstætt málum sem innihalda minni miska fyrir einstaklinga og almenning. Númer 8. Að kennitöluflakk og skattaskjól verði ólögleg. Númer 9. Að ríkið gangist í ábyrgð á greiðslum miska og skaðabóta og greiðslum vegna launaþjófnaðar. Númer 10. Að hegningalög fari í gagngera endurskoðun með það að markmiði að stuðla að betrunarstefnu og skilvirkni fyrir samfélagið í stað refsistefnu. Sanna, vilt þú aðeins segja mér betur frá punkti númer 10? Já, það hefur bara sýnt sig að refsistefna, hún virkar ekki. Bæði bara, hún skilar ekki árangri. Refsistefna leiðir til þess að bara hærri endurkomutíðni, eins og það sagt. Þannig að við erum að sjá að fólk frekar að koma aftur inn í fangelsin. Þannig að okkur finnst mikilvægt að skoða rót vandans og líka bara vinna með fólk. Við viljum væntanlega búa í samfélagi þar sem við erum alltaf að reyna að byggja upp það besta í fólki og betrunarstefna. Það snýst að vinna með einstaklingnum og setja fram plan hvernig viðkomandi ætli að nýta tímann á meðan viðkomandi í betrun, eins og varðandi menntun og skoða út frá hverjum og einum. Í staðinn fyrir einhvern veginn svona alveg þessi svona grimma nálgun, bara þú fremur glæpinn, þá verður bara að setja inni. Ég meina, það skilar ekki árangri fyrir einstaklingin og heldur ekki fyrir samfélagið. Þannig að svona fara í átt að betrun og það skilar árangri bara fyrir alla. Og þetta ef við erum að bera okkur saman við nágrannalöndin sem við viljum bera okkur saman við, þá þetta leiðin sem hefur verið farin og ég held að sem svo talað í Noregi. Mjög gott þar. Stofa, held ég þetta heiti, hvað svoleiðis. Ef þetta væri þýtt yfir á íslensku. Þannig að þetta svona nálgunin sem við viljum sjá. Já, einmitt. Takk fyrir. Ég ætla að lesa upp næstu punkta. Það punktur 11 að endurskoða umgjörð og vinnulag við skipun dómara. Númer 12 að sektir verði tekjutengdar svo að þær hafi eðlilegt forvarnargildi. Númer 13 að ekki sé hægt að sækja fólk til saka fyrir að brjóta af sér sökum sannanlegrar neyðar eða sem nemur miska ákveðinnar upphæðar. Númer 14
að aðkoma almennings að dómskerfinu verði aukin á lýðræðislegum forsendum. Og númer 15 að ferli dómsmála innan dómskerfisins sé skoðað. Áfrýjunarréttur ávallt tryggður, auk þess að tryggja að öll fordæmisgefandi mál geti ratað fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Bergljót, vilt þú aðeins segja mér frá þessum punktum, sérstaklega númer 15? Eftir að þetta var allt endurskoðað og millidómstóllinn var settur á, að það gefur okkur ekki lengur leið til að geta kært áfram eftir að Hæstiréttur hefur tekið mál fyrir. Ég ætla að leyfa mér að segja það að í þessu ferli, nokkur ára ferli sem það tók að vinna að breyttu dómskerfi, að það hafi bara hreinlega stjórnvöld hafi viljað hafa þetta þannig að við gætum ekki áfrýja þessu áfram. Og ég treysti ekki dómskerfinu hérna vegna þess að við erum bara kunningjasamfélag þar sem allir þekkja alla og við allir gera fyrir vinina, dómararnir eru kunningjar og skólabræður og allt þetta, og ég treysti ekki og ég vil vita það að ég geti fengið aðra sína málmi heldur en þessi litla þrönga samfélagi með því að kæra út til Evrópu. Einmitt. Ég ætla að lesa næstu 3 punkta. Það er punktur númer 16. Að hælisleitendur, flóttafólk og fólk sem sækir hér alþjóðlega vernd fái skjóta, efnislega og mannúðlega málsmeðferð svo það geti leitað réttar síns og sótt frestun réttaráhrifa. Númer 17. Að enginn geti verið skilgreindur ólöglegur sem slíkur í landinu. Númer 18. Að stefna í innflytjendamálum verði mótuð frá grunni og réttindum innflytjenda verður endurskoðuð, bætt og þeir fái fyrr kosningarétt og önnur samfélagsleg réttindi. Sanna, getur þú aðeins skýrt frá þessu í sambandi við flóttafólk og hælisleitendur? Já, þetta náttúrulega, fólk ofta að bíða svo rosalega lengi og það gengur ekki. Og ef við tökum þetta svona inn í lagalega umhverfið, af því þetta stefna dómsmál, að þá svona með frestun réttaráhrifa að fólk fá að vera hér á meðan það verið að taka málið fyrir. Við sjáum oft í fréttum þegar að það á að vísa fjölskyldu úr landi sem að hefur búið rosalega lengi, að þá eru lögfræðingar fjölskyldunar ofta að sækja frestun réttaráhrifa svo fjölskyldan getur dvalið hér á meðan það vera að taka málið upp að nýju eða á þeim forsendum sem að eru viðeigandi. Og það bara mjög mikilvægt að við skoðum þetta, og aðstæður sem að fólki gert kleift að búa við eru svo ómannúðlegar og oft bara hristir maður hausinn yfir því að þetta sé eitthvað sem að þykir í lagi og ásættanlegt í samfélaginu að koma svona fram við fólk og það þurfa að lifa í óvissu og bíða og jafnvel þegar fólk hefur búið í mörg ár og fær síðan allt í einu eitthvað svona tilkynningum að það þurfa að fara úr landinu og börnin þeirra þekkja ekkert annað. Þannig að við erum hér að hnykkja þessu að mikilvægi þess að standa vörð réttindi fólk sem að koma úr hræðilegum aðstæðum. Einmitt, takk. Ég ætla að lesa restina af punktunum. Það er númer 19 að aðskila ríki og kirkju. Númer 20 að dómsmál taki tillit til ólíkra fjölskylduforma og viðurkenni þau óháð kynferði, kyngervi, kynhneigð, fötlun, trúarbrögðum og uppruna. Númer 21 að tvöfalt lögheimili barna verði mögulegt eins og segir í stefnu Sósíalistaflokksins jafnréttismál. Númer 22 að 19. grein lögreglulaga verði breytt svo komið verði í veg fyrir alræðisvald lögreglu með tilliti til borgaralegra réttinda og réttin til að mótmæla friðsamlega. Þá geti aðeins lögmætt tilmæli lögreglu gert fólki skylt að hlýða. Og að lokum númer 23 að ríkið beri ábyrgð á allri upplýsingagjöf varðar réttindi og skyldur almennings.
Hvað segið þið? Viljið þið segja mér eitthvað um þetta? Náttúrulega 19. grein skylda til að hlýða fyrirmælum lögreglu og þetta stendur í lögreglulögum. Og þetta náttúrulega sett fram til að lögreglan geti brugðist við þar sem hún þarf að bregðast við. En þetta náttúrulega mjög ef það er skylda til að hlýða lögreglu, þá við höfum verið að sjá alls konar svona mál þar sem að mótmælendur og svona hvað get ég sagt, fá þessa grein á sig þar sem að ekkert í þeirra framferði hefur verið að ógna neinu eða svona komið í veg fyrir að eitthvað starf geti farið fram eða neitt svoleiðis. Þannig að það er þessi svona skilyrðislausa hlýðni við yfirvald sem að okkur finnst nauðsynlegt að skoða betur og tryggja að það sé þá bara nýtt í þeim tilvikum þegar það þykir alveg pottþétt ástæða til. Af því að við vitum að við erum öll bara fólk og manneskjur. Þannig að það þarf að fara mjög varlega með vald. Þetta náttúrulega má ekki vera geðþótta ákvörðun lögreglumanns að ef þú stendur bara á veginum og ert ekki fyrir neinum og ert að mótmæla því að það sé verið að senda fjölskyldu úr landi, að þá lögreglan ekkert að vera eitthvað að standa í því að nýta þetta vald þar sem það á ekki að nýta það. Ef þú ert ekki að ógna manneskju, ef þú ert ekki að ógna því að slökkviliðsbíll geti akað inn á torg þar sem þú stendur, ef þú stendur ekki fyrir neinum, ef þú ert ekki á einhverjum stað þar sem að þú mátt ekki vera eða eitthvað þannig, þá má ekki nýta þetta. Þannig að það falli dómur út af því og fær þetta á þig sem að verður síðan á þinni sakaskrá út af því að þú hlýddir ekki, þetta er eitthvað sem að gengur ekki og þarf að endurskoða. Akkurat, þetta er náttúrulega bara til að tryggja þá stöðu almennings í raun og veru gagnvart lögreglunni. Já, aðeins bæta við þetta. Já, gjörðu svo vel. Og vegna þess að þessi 19. grein, hún er svo sterk að það er svo erfitt að ef að lögreglan gengur út fyrir valdsvið sitt og hamast á fólki sem ekkert hefur brotið af sér, þá er ekkert ekki. Af því að ég bara hafði það til drengsins míns í fangageymslunni sem að var misþyrmt þar vegna þess að var sykursjúkur. En lögreglan var álitið að þeir ekki brotið neitt af sér, að þeir hafa haft leyfi til þess af því að hann spytti á móti. Skiljiði mig? Þetta er í raun og veru svona til að tryggja réttindi almennings gagnvart hugsanlegu, misbeitingu á valdi. Nú erum við búin að vera að vinna, þið búin að vera að vinna þessa stefnu núna í COVID samskiptatakmörkunum. Hvernig hefur verið að vinna stefnuna eingöngu í gegnum netið? Þú kannski byrja Bergljót. Hvernig hefur þessi vinna farið fram? Mér hefur fundist að það tekist alveg ótrúlega vel. Og ég hefði aldrei trúað því að það væri hægt að fara svona í gegnum þetta bara svona. Og ég hefði þetta sem gagnvirkara svona. Mín skoðun, án þess að vita það. Já, en þú Sanna? Þetta hefði gengið mjög vel og einmitt af því að við búum á ólíkum svæðum, þannig að mér finnst þetta bara mjög gott. Þá var ekkert eitthvað svona hvar eigum við að hittast, hvaða fundarstaðir hentar, eru sumir að fara að vera með í gegnum tölvu eða eitthvað svona, þannig að mér finnst það hafa gengið vel og við náðum að hlusta á alls konar fyrirlestra í gegnum tölvu og það var mjög fróðlegt og svona spjalla og mér finnst það bara mjög skemmtilegt og ég náði að læra ýmislegt og tæknin alltaf að koma manni óvart. Það var mjög gaman líka að taka þátt í slembuvali og kynnast fleiri félögum sem að maður nær oft ekki að spjalla mikið við en þarna kynntumst við nánar. Það er líka skemmtilegt. Þá langar við bara til að þakka ykkur alveg innilega fyrir þáttökunni í þessu góða spjalli og fyrir ykkar vinnu við að móta þessa stefnu í dómsmálum fyrir Sósíalistaflokkinn. Mér langar til þess að
hvetja alla til þess að fara inn á síðu Sósíalistaflokksins, sósíalistaflokkurinn.is og lesa þessa stefnu í dómsmálum og líka allar hinar stefnunar, þær eru orðnar nokkuð margar, og til þess að kynna sér stefnu flokksins. Og líka vil ég hvetja ykkur til að bæði skrá ykkur í Sósíalistaflokkinn og til að taka vel á móti ef þið eru sjálf slembivalin til að taka þátt í svona málefnastarfi, því að það er mjög gefandi. Og já, þá bara þökkum við fyrir að sinni. Takk fyrir kærlega.